Og þá komið að 6. lið og síðasta lið á dagskrá og það skýrsla bæjarstjóra. Til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Stærstu málin á dagskrá minni síðustu vikuna hafa annars vegar verið menningarsamningur við ríkisvaldið, þar sem vonandi bráðum sést til lands, og hins vegar viðræður við Sjúkratryggingar Íslands og heilbrigðisráðuneytið yfirfærslu og rekstur hjúkrunarheimilina til ríkisins. Í síðustu viku sendi ég formlegt bréf til Sjúkratrygginga Íslands og ráðuneytisins þar sem farið var fram á að lögð verið fram tímasett áætlun næstu skref í þessari vinnu, þannig að allir lausir endar verði hnýttir áður en til yfirfærslunar kemur 30. apríl næstkomandi. Við megum engan tíma missa í þessari flóknu og afar mikilvægu vinnu sem verður senn að ljúka. Einnig hefur talsverð vinna farið fram í tengslum við styttingu vinnuvikunar, sem eins og gefur að skilja ekki einfalt mál í öllum tilvikum eða á öllum vinnustöðum. Þau mál leysast á vonandi farsællega innan tíðar. Laugardaginn 9. janúar skrifaði ég fyrir hönd Akureyrarbæjar undir viljayfirlýsingu uppbyggingu íþróttamannvirkja á svæði Káa við Dalsbraut. Miðvikudaginn 13. janúar fundaði verkefnishópur Akureyri sem þéttbýliskjarna á landsbyggðinni og daginn eftir ávarpaði ég ákaflega vel heppnað fyrirtækjaþing þar sem færri stjórnendur fyrirtækja á Akureyri komust að en vildu. Þann sama dag lagði ég geðhjálplið með því að segja nokkur orð mikilvægi samhygðar í kynningarherferð þeirra sem verður keyrð af stað á næstu dögum og vikum og ég geri ráð fyrir því að þið hafi fengið innum lúgunni hjá okkur í morgun eins konar dagatal sem frá geðhjálp. Fyrir utan þetta hafa verið haldnir stuttir og langir fundir skipulagsmál, rætt við bæjarbúa á fjarfundum ýmis ólík málefni og í morgun fór stjórnendadagur Akureyrarbæjar fram á fjarfundakerfinu Zoom, en þar var meðal annars fjallað það hvernig tíð samtöl stjórnenda og starfsfólks geta nýst sem öflug leið í stjórnun. Þetta fyrsti fundur bæjarstjórnar Akureyrar á nýju ári sem færir okkur vonandi fullnaða sigur í baráttunni við heimsfaraldurinn COVID-19. Það eru vafalítið erfiðir tímar framundan, okkur verður þröngt skorinn stakkurinn, en ég trúi því þó og vona að undir lok ársins 2021 fari landið eftir að rísa og óska ég bæjarstjórninni velfarnaðar í öllum sínum störfum. Takk fyrir. Það er bæjarstjóri lokið máli sinn og takk fyrir það, góðar óskir. Eftirtalda fundagerðir eru lagðar fram til kynningar, það er afgreiðslufundur byggingafulltrúa 21. desember. 7. og 14. janúar, bæjarráð 17. desember og 7. og 14. janúar, frístundaráð 16. desember, fræðsluráð 13. janúar, kjarasamninganefnd 27. nóvember og skipulagsráð 13. janúar, umhverfis- og mannvirkjaráð 11. desember, velferðarráð 13. janúar. Og allar þessar fundagerðir er hægt að nálgast á heimasíðu bæjarins. Og þá segi ég fundi slitið klukkan 16:11. Takk fyrir góðan fund.